Komið þið sæl og velkomin í viðskipti á Hringbraut. Viðskiptafréttir síðustu daga, Síminn, Gagnaveitan, Isavia, Forystórstjórnun, Háskólinn á Bifröst. Þetta eru málmálanna hjá mér í kvöld. Ég ræði við Orra Hauksson, forstjóra Símans og stjórnarformann Isavia Símann, Gagnaveituna og Isavia. Sigurður Ragnarsson, forseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst, kemur og ræði við mig stjórnun, forystu og samskipti. Að venju lítum við inn í kauphöllina Nasdaq Iceland, en við byrjum á nokkrum viðskiptafréttum síðustu daga. Úrvalsvísitalan hefur aldrei verið hærri eftir hrun en þessa mundir. Hún fór í 2421 stig í lok föstudagsins, 3. maí, en var 2396 stig í lok mánudagsins 7. maí. Úrvalsvísitalan hefur hækkað 26% frá áramótum. Enn og aftur hækkar Marel verulegi verði, en virði félagsins í kringum 387 milljarðar króna og ef framfer sem horfir verður 400 milljarða króna múrin rofinn á næstunni. Takið eftir verðmæti hlutafélagi í kauphöllinni eru komin yfir 1100 milljarða króna. Förum þá yfir til Icelandair Group. Icelandair Group tapaði 6,7 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi ársins og hefur eiginfjárhlutfall félagsins lækkað úr 32% í 23%. Þá berast fréttir af því að innan Icelandair sé unnið að því að endurskoða stefnu félagsins varðandi flugvélaflota til framtíðar. Meðal annars skoðað að skipta alfarið yfir í Airbus flugvélar, en Icelandair hefur frá upphafi notast við Boeing-vélar. Það voru framkvæmdastjóraskipti hjá IKEA. Stefán Rúnar Dagsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri IKEA á Íslandi. Stefán hóf fyrst störf hjá IKEA fyrir 27 árum og hefur gegnt stöðu verslunarstjóra undanfarin 11 ár. Þórarin Ævarsson, fráfarandi framkvæmdastjóri, segist ætla að taka sér dágott sumarfrí áður en hann tekur ákvörðun nýjan starfsvettvang. Þá förum við norður yfir heiðar til Akureyrar, það Samherji. Stjórn Samherja hefur kært stjórnendur Seðlabankans til lögreglu vegna meintra brota í starfi í tengslum við rannsókn á Samherja. Ætlar stjórnin einnig að höfða skaðabótamál gegn bankanum. Aðeins Sín. Sín hefur ráðið Signýju Magnúsdóttur sem fjármálastjóra Sínar og Þórhall Gunnarsson sem framkvæmdastjóra Miðla, en undir Miðla heyra meðal annars fjölmiðlarnir Stöð 2, Stöð 2 Sport og útvarpsstöðvarnar. Rekstur Sínar hefur ekki verið í takt við væntingar undanfarna mánuði og hefur gengið í félaginu lækkað helming síðastliðið 1 ár. Þetta voru nokkrar viðskiptafréttir síðustu daga, en hingað komið til mín Orri Hauksson, forstjóri Símans og stjórnarformaður Isavia. Velkomin í þáttinn. Kæra þökk. Þú skrifaðir mjög athyglisverða grein á dögunum, reyndar 1. maí sem hún birtist. Og hún bar heitið á Vegagerðin að eiga rúturnar og þú ert að gagnrýna það að Gagnaveitan, Reykjavíkur, veiti ekki ykkur aðild að þessu kerfi. Já. Sko, þannig vil til að það eru nokkur fjarskiptakerfi á Íslandi. Það stærsta var byggt upp hérna áratugum saman í gegnum Póst og Síma og Landsíma Íslands, sem síðan var einkaveitt 2005. Síðan er fullt af svona netum hér og þar landið og langstærsta svona svæðisbundna netið er þetta net Gagnaveitur Reykjavíkur. Og nú búið að fjárfesta á núvirði meir en 30 milljarða í þessu kerfi. Já. Og hérna þetta sér í eigu, endar á því að vera meira og minna í eigu Reykjavíkurborgar. En það sem við höfum verið að gagnrýna er það að ólíkt öðrum kerfum á Íslandi, þá er þetta kerfi ekki opið inn í netið sjálft. Það er að segja, það er eingöngu hægt að kaupa fulla þjónustu en það er ekki opnað inn í ráa innviði. Ég man nú eftir því að Stefán Sigurðsson, sem þá var forstjóri Vodafone, sem það hét þá, hann sagði í blaðagrein einhvern tímann, Síminn vill ekki koma í viðskipti til eitthvað þessa leiðis. Já, ég hjó nú eftir þessu á sínum tíma, en þetta er nú misskilningur. Við erum að kaupa aðganga mjög mörgum kerfum á Íslandi, út allt land, og erum búin að reyna núna árum saman að kaupa aðganga að þessu neti Gagnaveitur Reykjavíkur. Meira sé að búin að kalla til eftirlitsstjórnvöld til þess að koma við okkur í lið þar, þannig að við hefum nú reynt afar mikið þar, en það hefur ekki gengið. Nema með þessum skilyrðum sem okkur finnast ekki nýtast neytendum að það þurfi að vera bara eitt tæknilag og það megi ekki vera mörg tæknilögur raunveru sem að keppa ofan á þessum innviðum sem langdýrasti parturinn af
af því þegar verið að leggja svona net. Já, þú hefur líka sagt það, Orri, að þetta sé þannig að inn í suma garða þá sé verið að grafa jafnvel 2 skurði. Já, já. Og nú framundan, já ég sá það í greinðinni að það á eftir að setja svona leiðara í ýmis hverfi. Já. Þannig að þetta stór mál. Já, tökum til dæmis bara dæmi af því við erum nú hérna stattir hérna út á Seltjarnarnesi. Já, já, Eiðistorgi. Eiðistorgi og svona fallegum degi þá sjáum við hérna yfir Faxaflóann og þar Akranes og við hliðina á Hvalfjarðarsveit. Og munurinn á þessu tvennu að á Akranesi lagði gagnaveitan á sínum tíma net, Hvalfjarðarsveit lagði líka net. Við höfum aðgang að neti Hvalfjarðarsveitar og nýtum það og allt gengur vel þar og allir aðrir hafa aðgang að því líka og hérna en á Akranesi þá ekki þennan aðgang og þá liggur næst við fyrir okkur og okkar dótturfyrirtæki að fara að grafa þar upp garðana upp og nýtt. Og þetta búið að gerast í sömu hverfum en það langmestur obbinn af því að þessum tímaverkana eftir. Já, já. Og þetta skiptir líka máli upp á landsbyggðina vegna þess að við erum að þá í fjárfestingarkapphlaupi hérna í frekar óþörfum verkum eins og að grafa á meðan hægt að nýta þessa fjárfestingar getu miklu betur út á landi þar sem miklu meiri þörf. Ísland vel statt varðandi fjarskiptainnviði en mjög misvel statt. Það svolítið of og van. Það of hérna á suðvesturhorninu en van víða út á landi. Já, það líka á Akureyri, það ágætis fyrirtæki, það ekki? Jú. Það fyrirtæki sem heitir Tengir sem mjög svipað gagnaveitur Reykjavíkur. Að hluta til í opinberri eigu og hluta í einkaeigu. En þeir selja fleiri inn á vöru og veita til dæmis þjónustu inn á þessa hráu innviði, svartan ljósleiðara og gengur mjög vel þar. En ekki verið að tvígrafa þar. Nei, en sögum mér annað, það ekki fyrirmyndin að gagnaveitur Reykjavíkur eða sem byrjaði reyndar sem lína net. Þetta ekki meðal annars þessi fyrirmynd komin frá Svíþjóð? Jú. Þar ágætis fyrirtæki í Stokkólmi. Það ekki með sömu svona viðskipta hugmynd. Nei, það hárrétt hjá þér. Það fyrirtæki í Stokkólmi sem heitir Stokab og í eigu Stokkhólmsborgar. Og þeir eru búin að leggja mikið ljósleiðara út alla borg og bý og það nota allir þennan ljósleiðara, hráan, og svo eru sumir sem vilja vera í tæknilaginu þar og ofan á og selja öðrum sem selja endaneytarnárum og það alls konar mótil í gangi, mikil gróska. En Stokkólmur kannski bara þróaðasta borg í heimi líka við í fjarskiptum. Þetta Ericsson þarna og þetta auðvitað mikil hefð fyrir fjarskipta svona nýsköpun. En þetta var nú kannski svona eina fyrirmyndunum fyrir stofnun gagnaveitunar á sínu tíma. En síðan einhvern veginn festist gagnaveitan í því að vera bara að selja þessa heildstæðu þjónustu. Það bara, þú getur bara fengið þeirra búnað, þú getur ekki verið að þróa neitt sjálfur, þú ert ofurseldur því hvernig gagnaveitan ákveður að setja sitt. Það annarkvort allt eða ekkert. Allt eða ekkert, til að segja viðskipti þá. En við erum nú vonast til þess að þetta lægist, það er nú þróun í löggjöfinni og það ýmislegt að koma frá Evrópu og svo framvegis, en best væri nú að ná bara samkomulagi við þetta góða borgarfyrirtæki. Já. Örstuð, þú ert auðvitað stjórnarformaður Isavia, kemst náttúrulega ekki hjá því auðvitað að ræða við þau mál. Það svolítið sérstakt þegar maður horfir upp á það að Isavia, sem Váer skuldaði Isavia 2 milljarða, fer til þriðja aðila sem hafði leigt vélarnar og segir þið verða að borga. Já. Nei, þetta það kom nú í minn hlut fyrir núna rúmi mánuði að fara að taka mér þetta hlutverk og bara þannig að það sé satt að þá eru auðvitað Síminn og Isavia 2 alveg óskipt mál. Það bara vill henni til að það sama persónan í þessu tilvilli sem ég að setja þarna í stjórn og sinni formennsku þar. Þessi flugheimur, maður nú að kynnast honum hratt svona frá öðrum vinkli heldur en áður, mörguleyti sérstakur vegna þess að alþjóðaflugvellir, þeir eru með þá kvöð á sér að taka við öllum flugvélum og það alþjóðlegt samkomulag það. Þannig að flugvellir geta ekki alltaf valið sér sína kúnna, þannig að þeir koma, en auðvitað síðan gert samkomulag þá sem koma mjög oft. En það eru nokkur lönd eins og Ísland og Bretland og Kanada og fleiri sem eru með þann háttin á að í lögum þessara landa svo heimild að ef að það koma upp vanskil þá sé hægt að taka sitt hald í loftförum eins og það kallað í lögum. Og þá það óháð því hvort að viðkomandi loftfar hafi skapað þann kostnað sem búið að rannast upp eða ekki. Og núna þetta deilt fyrir dómstólum. Þeir eru konið með þetta mál fyrir Landsrétt. Já, akkurat. Hvenær niðurstöður að vænta það? Vonandi bara núna á næstu dögum, það er að segja að það verið tekið fyrir. Og ég held að kannski stóra málið það. Þetta stór mál að það sé allavega ríki skilningur og svona einhver festa í því hver löggjöfin. Þetta löggjöfin í sumum öðrum löndum, ekki nákvæmlega eins í öllum.
og að það sé aðra dómstig sem allan úrskurðar þetta. Og svo þá bara hægt að þá geta allir farið bara frá borði og þetta var niðurstaðan, svona eru lögin. Svo getur löggjafinn líka ákveðið, hvernig vill hann hafa lögin? Þetta eru lögin, að það er að segja að það sé ekki bara haldsréttur í því sem að tengist viðkomandi flugvél, heldur öllu því sem að viðkomandi flugfélag það hannaðist upp í kringum það. Það er mjög mikið, sko, vanskil er ekki óþekkt í þessum bransa og meira þessi innan ársins stundum, það er flugbransin er misgóður innan ársins, þannig að stundum koma vanskil á einhverju tíma og svo fara þeir niður á öðrum tíma árs og svo framvegis, þannig að þetta Það er líka annað sem að fólk spyr sig að, við kannski höfum ekki tíma frekar í það vegna þess að við ætlum að ræða aðeins meira. Það er það hvernig getur Isavia látið svona skuldir hrannast upp í 2 milljarða á meðan að keppinautarnir þurfa að borga strax og eitthvað svolítið. Já, ég meina, hið almenn nú að þetta nú bara borgað á mánaðarbasa og eins og ég segi, stundum hrannast upp og stundum fer það niður. Nokkrum sólarhringum eftir að ég kom inn í þetta hlutverk þá fór nú til dæmis Isavia, fór nú WOW í greiðslustöðvun. Það var að saga þarna undan og auðvitað fyrst var það skuldabréfaútboðið og þá var nú ákveðið að bíða fram yfir það og þá var nú greitt mikið niður. Síðan voru það samningaviðræður við Icelandair og svo var það yfirtekuð samningaviðræður við Indigo. Þannig að það var nú svo sem alltaf eitthvað ljósir í enda gangana. Það var ekki fyrr en eftir það losnaði upp úr hérna í lok mars sem að var ljóst að þetta var orðið svona erfitt. Þannig að þannig kemur það til að þetta hrannar svona upp. Herðu, þið birtuð á dögunum, Við í símanum þá. Já, vorum komin til símans. Síminn birti á dögunum uppgjör, fyrsti ársfjórðungurinn og það var 650 milljónir eða hvað það var nú, 800 rúmar í fyrra, minni hagnaður. Er þetta vísbending að árið í ár verði mun verra hjá okkur heldur en í fyrra? Já, það er bara mjög skiljanleg spurning. Nei, þetta er ekki vísbending það. Þetta verður eins og við lítum á það núna. Nú erum við stödd snemma í maí og árið lítur bara býsna vel út. Þessi fjórðungur núna fyrsti var að mörguleyti mjög sérstakur og sérstaklega í samanburði við fjórðunginn í fyrra. Í fyrra vorum við með langstærsta heildsölu fjórðung sem við verið með. Þetta var rétt áður en raun og veru, þarna var Vodafone íbúið að taka við 365 og þá voru að fara út tekjur sem voru ekki farnar út þarna. Öðru lagi þá vorum við núna í talsveit uppsögnum á þessum fyrsta fjórðungi og þú borgar allan uppsögnafrestinn strax þá. Við vorum að loka búð í Kringlunni, við fengum á okkur sekt frá gömlu máli, frá því 14 ára gömlu máli frá Snæfellsnesi sem kom akkurat þarna inn og var hærri en við byggust við. Þannig að það var svona ýmislegt sem var sérstakt þarna. Síðan var náttúrulega, því við vorum nú að tala flugmálun áðan, það var svona ákveðið stress í lofti og líka út af kjarasamningum sem ekki voru kláraðir. Var WOW kannski í viðskiptum við sín? WOW var í viðskiptum, já. En sko, ég myndi segja, eftir þennan fjórðung, það er mjög margt svona búið að skýrast. Þessir kjarasamningar voru öðruvísi kannski og heldur praktískari heldur en Já, svona raunsærri eitthvað. Og svona þó að það nú, það hefur verið vond niðurstaða hvernig fór með WOW, þá er þá allavega komin ákveðin skýrleiki í mál og svona auðveldar að horfa inn í þetta. Þannig að já, við gáum út afkomuspá fyrir árið og við stöndum við hana og erum mjög samfærð hana. Örstuð bara í nokkrum setningum. Enski boltinn, það þýðir að taka hann yfir og sjónvarp Símans alltaf að fara að skila hagnaði. Já, sjónvarp var nú aldrei kannski einhver mikil gróðrastía hérna hjá Símanum áður, en er orðið mjög gott business model núna, sérstaklega eftir að við gátum raun og veru sameina Skjáinn og Síman. Við erum með þennan stóra efnisheim Premium, að setja boltan inn í Premium og reyndar selja hann líka sjálfstæðan á öllum kerfum. Og þannig að það lítur á enski boltinn eftir að bera sig hjá okkur? Já, hann gerir það og það er svona ákveðin kraftur í kringum þessa vöru líka sem að skila sér í fleiru. Herru, tíminn er kominn, útrunni hjá okkur. Þetta var frábært að fá því þáttinn. Kæra þakki fyrir. Kæra þakk. Næst eru það auglýsingar en farið ekki langt hér á eftir. Nasdaq, Iceland og Sigurður Ragnarsson, forseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst. Velkomin í þáttinn aftur. Við lítum sem snöggvast inn í kauphöllina Nasdaq Iceland og skoðum gengi hlutabréfa.
Næsti gestur minn Sigurður Ragnarsson, forseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst. Velkomin í þáttinn. Þakka fyrir að bjóða mér. Heyrðu, þið eru með vinsæla námsbraut á Bifröst sem heitir einfaldlega meistaranám í forystu og stjórnun. Þangað kemur til því fólk sem með breiðan grunn. Það ekki allir Sigurður sem vilja stjórna, en þarna kemur fólk sem vill stjórna og að læra að stjórna. Segðu mér frá þessari námsbraut. Við byrjuðum með þessa námsbraut, eða þetta meistaranám, sem kennt í fjarnámi. Fyrir 5 árum síðan, tíminn fljótur að líða. 2014. Og þetta skal ég segja, þetta langvinsælasta námið hjá okkur í skólanum. Langfjölmennasta brautin, eða fjölmennasta námið. Og heitir forysta og stjórnun, og eins og nafnið gefur til kynna, þá snýst þetta allt að eins og ég segja, stýra og leiða, en það margt þar undir hins vegar, þannig að fólki sem kemur þetta nám, eins og segir, með fjölbreyttan bakgrunn, að þetta fólk sem að koma úr öllum áttum úr atvinnulífi og samfélag. Það ekki bara viðskiptafræðingar, það mikið af fólki úr heilbrigðisgeiranum, frá lögfræðingar, af menntasviði, en þeir eiga það sammerkt að vilja efla sig, vilja læra, eins og þú segir, vilja leiða. Og þetta snýst að það ætla kannski ekki allir að verða forseti Íslands eða eitthvað. Nei, miklir leiðtogar, en það saman. Já, en það sem þetta snýst það að við erum að leysa úr alls konar málum og erum að leysa alls konar verkefni dagsdaglega, mismunandi stór og smá. Og þetta á að hjálpa fólki í því, að efla sig og í því. En það sem ég vildi einmitt nefna það að því það eru svo margir nemendur hjá okkur sem eru nú þegar stjórnendur og leiðtogar, en koma í námi vegna þess að þau vilja gera betur, vilja efla sig, vilja næra sig og svo framvegis. Og það líka annað, þetta eins og þú bendir á, þetta fjarnám, þarna eru auðvitað strangar vinnuhelgar, það fólk ekki hvaðan að koma á landið. Það mikill sveigjanleiki í þessu námi hjá okkur, þannig að þetta fjarnám. Það eru fyrirlestrar á netinu, það eru vinnustundir á netinu og ýmislegt sem við vinnum þar sem nemendur vinna með kennurum og starfsfólki. Og síðan eru vinnuhelgar, svo kallaðar. Og það ekki skyldumæting á það, en það eru langt flesti sem að mæta og einmitt gaman að segja frá því að við erum með mjög marga nemendur sem að búa erlendis og stunda þetta nám. Og reyndar annað nám hjá okkur vegna þess að við erum auðvitað í fararbroddi í fjarnámi, eins og við segjum á Bifröst, og yfir 85% nemenda á Bifröst eru í fjarnámi. Og það líka annað í þessu, þarna þetta sérhæft, þegar maður fylgist með þessu, horfir á þetta, sérhæft, það mannauðsstjórnun, það verkefnastjórnun og það líka þarna þjónandi forysta. Nákvæmlega. Sem nú orðin mjög algengur. Þetta eru svona áherslulínur, þú getur tekið þessi forystastjórnun, svo getur þú líka stúderað sérstaklega áhersluna á mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og síðan þjónandi forysta, servant leadership sem við erum að byrja með í haust. Þetta mjög gott. Það þú gafst út á sínum tíma, árið 2011, og það vakti mikla athygli, þá gafst út þessa bók, Forysta og samskipti. Og ég skrifaði nú reyndar þessa bók í frjálsa verslun. Og ég held þessari bók mikið vegna þess að þarna að fara yfir allskyns stjórnunarstíla og svona stjórnun, en hún líka svona bók sem hentuð til þess að bara rækta sjálfan mann. Og þarna meðal annars, þá mjög klassíska svona, getum við sagt klassísk, ekki spurningu beint, heldur bara umfjöllunarefni. Það munurinn á leiðtoga stjórnenda. Skemmtileg pæling og skemmtileg spurning. Það Drucker segir eitthvað á þessa leið að leiðtogi hann gerir réttu hlutina en stjórnandinn gerir hlutina rétt. Hvað segir mér, hægt að læra að vera góður stjórnandi og góður leiðtogi að þínum mati? Ég skrifa algjörlega undir þá yfirlýsingu, Jón. Og þetta auðvitað viðfangsefni sem hefur verið með hjartfólkið í mörg ár og ég hef verið að kenna þetta fag bæði upp á Bifröst og í fleiri háskólum og auk þess sem að ég hef staðið fyrir stjórnenda og leiðtogaþjálfun. Það sem að ég hef hreinlega séð fólk bara blómstra og breytast fyrir framan augun á mér. Og eins og segir með þessa bók, þakkaði fyrir hlý orð, að hún á að vera praktísk og þetta einmitt bók sem ég hef verið að nota bæði í kennslu og leiðtogaþjálfun og sumir myndu kannski segja að þetta væri svona ákveðin verkfærakista eða eitthvað svoleiðis, en þetta auðvitað miklu meira heldur en það vegna þess að þetta tekur tíma auðvitað að efla sig og vaxa og dafna og allt það
og þetta snýst auðvitað að hugsa inn á við eins og Vincent að segja þetta, en það snýst líka að geta unnið nefnilega með öðru fólki. Já, og það nefnilega eitt í þessu sem svolítið merkilegt sko með að læra að vera leiðtogi og allt þetta. Það auðvitað að tala svona náðarleiðtoga, og kemur reyndar inn á það í þessu bók, að það bara sumir fæddir leiðtogar eins og stundum sagt, en það sem auðvitað, það til svo margar leiðir, bæði til þess að rækta sjálfan sig og fleira. Og því kom inn á þetta í þjónandi forystu sko að leiðtoginn verður að vera þessi góða fyrirmynd, leiðtoginn þarf að búa til umhverfi jafnvel sem að hvetur, þannig að öllum finnst þeir vera á fullri ferð. Þannig að aðeins þessa þjónandi forystu sem þið leggja svo mikla áherslu á, hvað það? Er það bara að vera umhyggjusamur stjórnandi og taka tillit? Hvernig metið þið? Það hluti af þessu. Ég hugsa að það sé kannski best að útskýra það þannig, af því núna erum við með kannski námskeið sem 12 vikur bara þetta og ég ennþá lengri námskeið hvað þjónandi forysta og en af því að þessi bók mín sem vísi hana, það inn í bókinni að þarna alls konar stjórnunaraðferðir og nálganir og fleira, að þegar ég hef verið að kenna bæði leiðtogafræði og bæði sem sagt í þjálfun og líka bara í kennslunni, að þá hægt að nota í raun og veru þjónandi forystu sem ramma fyrir heildstæða eða árangursríka forystu. En til að svara því hvað það í stuttumáli, ef við horfum bara orðinu að þjóna og leiða, það þjónandi forysta, servant leadership, að þá getum við skipt þessu til dæmis þannig að ef við bara þjóna, þá inn í því það umhyggjan og það þjónað þörfum annara, það auðmýkt og fleira. En síðan að þá verður líka verið til staða forysta til þess að ná virkilegum árangri, það að tengja þetta saman og þar við með hluti eins og það ábyrgðin, það áætlanagerðin, það að skapa sýn, það að vera með skýran og skilgreindan markmið, það samkeppnisforskoti, það markmið, það allt þetta og þetta þarf að tengja saman. Þannig að ég vil oft orða þannig að ef að ég að hugsa þjónandi forystu og ég næ bara þættir að þjóna, þá eiginlega bara orðin svona þræll í raun og veru. Þá vantar forystu element, það að tengja þetta saman. Og það líka þetta sko, Lao Tse, hann, kínverskur heimspekingur, 700 árum fyrir Kristi, hann sagði eitthvað á þessar leið sko, að stjórnun væri þannig, Siggi sko, að fólk næði árangri og segði við sjálft sig, hrósaði sigri, heyrði og leiðtoginn og stjórnandinn, hann bara kom til nálægt þessu. Nei, akkurat. En það náði, þannig að það þessi fyrirmynd líka og fleira. Þið eru á Bifröst. Já, við erum á Bifröst. Og það þetta Borgarfjörðurinn, gaman að vera þar og skemmtilegt. Vinnuhelgarnar, þær eru þá nánast á, þetta stór skóli upp á hver einustu helgi þá eða? Það liggur við að segja. Við erum með svo margar námsbrautir. Við erum með grunnnám, við erum með meistarnám. Í meistarnám erum við líka með markaðsfræði og alþjóðaviðskipti og í grunnnáminu erum við að leggja áherslu á markaðsfræði og í fyrra byrjum við að leggja áherslu á og byrjum að bjóða upp á viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind. Það eitthvað sem farið að skipta miklu meira máli og við þurfum að vera í takt við tímann. Já, og tilfinningagreind talar þetta alls saman. Nákvæmlega, en það sem Bildi kannski segir það að það náttúrulega forystu element í öllu náminu okkar í gegn og þetta algjörlega í raun og veru í takt bara við og tengist í raun og veru tilgangi skólan sem að mennta og efla samfélagslega ábyrga leiðtoga og þá að tala leiðtoga bæði fyrir atvinnulíf og samfélag og ég legg áherslu á þetta efla vegna þess að í dag að þá fólk að mennta sig fram eftir öllu. Þannig að maður útskrifast aldrei nokkuð tíma. Hættir aldrei að læra. Maður hættir aldrei að læra. Þannig að þetta eitt af því sem maður hefur svona lært með árunum með það að þetta bara veit maður alltaf minna og minna eftir því sem maður eldist og nemur meira. Já. Frábær bókjáður. Þakka þér kærlega fyrir. Enn og aftur verða hælaðir fyrir þessa góðu bók en tíminn kominn. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Að lokum lítum við aftur inn í blaðið mitt fjármál og áherslun sem við sögðum frá í síðasta þætti en það hefur fengið feikna góðar viðtökur. Þar að finna yfirlit yfir raunávöxtun allra innlánsreikninga í bankakerfinu á Íslandi sem og helstu sjóða verðbréfafyrirtækjanna. En takið eftir, hægt að nálgast blaðið á Hringbraut sem veftímarit. Farið inn á hringbraut.is, smellið á viðskipti og þar hægt að lesa blaðið. Fleiri ekki í þættinum að þessu sinni. Við sjáumst eftir viku. Verið þið sæl.